krónum sem tryggir þann fyrirsjáanleika sem þessi skipafélög hafa kallað eftir. Þá var einnig lagt til að afnámi tollfrelsins á svokölluðu leiðönguskip í hringsiglingum verði frestað ár og fjármála- og efnahagsráðherra falið að finna varanlega lausn á því máli. Þetta er mikilvægt hagsmunamál fyrir hafnir Múlaþings og ferðaþjónustuaðila á svæðinu og mikil vinna sem fór fram hjá hagsmunaaðilum til að koma sjónarmiðum sveitarfélaga á landsbyggðinni á framfæri í þessu máli. Þannig að við skömmuðumst ekki bara fyrir sunnan, en samt mest. Þann 11. desember fór fram úthlutun úr uppbyggingarsjóði Austurlands í sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði, en þar var 59,3 milljón króna úthlutað til 57 verkefna á Austurlandi. Við þetta tilefni var undirritaður samningur við Loga Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra menningar menningarmiðstöð á Austurlandi. Með samningum sem til 4 ára mikilvægum áfanga náð í fyrirsjáanleika í rekstri þessara miðstöða og þá var einnig tilkynnt að sköpunarmiðstöðin hefur nú hlotið þann sess að verða 4. menningarmiðstöðin á Austurlandi. Þá hlaut Signý Ormarsdóttir, verkefnastjóri menningarmála hjá Austurbrú og áður menningarfulltrúi Austurlands, viðurkenningu fyrir sín störf en hún lætur senn af störfum og var þetta því hennar síðasta úthlutun úr uppbyggingarsjóði en verkefninu hefur hún fylgt frá upphafi. Mig langar fyrir hönd Múlaþings að þakka Signíu kærlega fyrir vel unnin störf í þágu menningarlífs á Austurlandi. Helgina fór fram hinn sívinsæli jólamarkaður, Jólakötturinn, sem sannarlega hefur fest sig í sessi sem fastur liður í jólaundirbúningi Austfirðinga. Það var venju samkvæmt boðið upp á samtal við sveitarstjóra og kjörna fulltrúa og sveitarstjórnarbekknum svokallaða. Það var gaman að heyra samstöðuna frá þeim sem komu við hjá okkur, margir ræddu samgöngumál og þökkuðu fyrir baráttuna síðustu daga. Þá komu einnig fram ýmsar góðar ábendingar sem verður unnið áfram með innan stjórnsýslunnar. Framundan eru síðan blessu jólin og allt sem þeir fylgir. Ég vona sannarlega að íbúar Múlaþings muni gefa sér tíma til að njóta samveru og slaka á yfir hátíðarnar og ætla að enda á því að vitna með leyfi forseta í ávarp sem ég skrifaði nýlega í Bóndavörðuna, tímarit sem kemur út 2 ári á Djúpavogi. Nú þegar jólin nálgast vil ég hvetja ykkur til að anda rólega, njóta þess sem og gefa sjálfum ykkur smá frið inn á milli framkvæmda og jólaundirbúnings. Við þurfum ekki að gera jólin fullkomin, við þurfum bara að vera til staðar fyrir okkur sjálf og hvert annað. Læt þér fylgja með þessari kveðju nokkrar línur úr kvæði Friðriks Guðna Þorleifssonar sem eitt af mínum uppáhalds jólalögum því mér finnst textinn einmitt svo notarlegur og fanga stemminguna sem mig langar að upplifa á þessum árstíma. Skín í rauðar skottúur skugga langan daginn, jólasveinar sækja að sjást allan bæinn. Ljúfi geði leika sér, lítil börn í desember, inn í frið og ró, út í frost og snjó, því að brátt koma brjörtu jólin, bráðum koma jólin. Ég óska ykkur öllum gleðilegra, hlýrra og notalegra jóla, megi þau einkennast af nærveru, ljúfum samverustundum og þeirri hamingju sem sprettur upp þegar við látum hjarta ráða för. Takk fyrir mig. Við þakkum sveitarstjóra fyrir. Það var 27. liður lagður hér fram til kynningar. Meira liggur ekki fyrir fundinum og ég slít honum hér með.